Elísabet Kristín Jökulsdóttir, rithöfundur, á meðal þeirra sem bjóðu sig fram til embættis forseta Íslands. Hún leggur áherslu á málefni náttúrunnar og mannlega þáttinn. Elísabet fædd í Reykjavík árið 1958. Hún lauk námi í sviðslistum frá Listaháskóla Íslands og hefur lengst af starfað sem rithöfundur en einnig fengist við blaðamennsku auk fleiri starfa. Elísabet á 3 börn og 8 barnabörn. Það var nú bara þannig að mér fannst eitthvað svona hugboðið tilfinning að mér langaði til að bjóða mig fram, þetta var svona löngun. Þannig að ég hugsaði, já, ég get boðið mig fram þó að ég sé ekki fullkomin og þó að ég sé ekki með lögfræðigráðu og þó ég sé ekki svona eða hinsegin. Heldur á því mér langar til að segja eitthvað. Elísabet segist meðal annars vilja leggja áherslu á mannlega þáttinn og málefni náttúrunnar. Ég myndi leggja áherslu á frelsi og nú svo komið að við neyðumst hugsanlega til að breyta öræfunum, þessu villta svæði í þjóðgarð. Það virðist vera eina leiðin til að vernda þetta villta svæði sem að þetta einskismannsland og nú allt í einu á það að binda það í lög. Þú veist, eignarrétturinn ekkert alltaf að virka. Það verður að vera eitthvað sem enginn á. Þannig og það einmitt þetta að hugsa öðruvísi. Að hugsa ekki alltaf á nótum eignarréttarins. Heldur við eigum ekki hafið, við eigum ekki öræfin og við eigum ekki börnin okkar. Við eigum ekki tungumálið og við höfum bara að beygja okkur fyrir þessu.